Næst það Hulda Sveinsdóttir sem ætlar að tala heilabilunarráðgjöf og samfélagið. Gjörðu svo vel, Hulda. Sama hverju stend. Ég á það til að vera satt á hreyfingu. Já, ég meina hér, svo er lífið það. Já, ok. Heyrðu, komið sæl og takk kærlega fyrir að bjóða mér að koma og vera með ykkur í dag. Þetta er mjög spennandi dagskrá sem er í dag og ég hef aðeins verið að skoða líka svona aftur fyrir mig síðustu viku og bara virkilega gaman að sjá hvað þetta er vist. Deildin hér, norðan heiða. Nú, Ari var aðeins inn á þessu danska skipulagi fyrir í dag og ég get alveg tekið undir það sem hann sagði. Fyrstu mánuðina og kannski árin mín í Danmörku þá varstu Danir ömurlega leiðir. Það var ekkert endilega hægt að droppa inn í kaffi bara svona án nokkurs fyrirvara og ég man alltaf eftir skólasystkinum okkar sem við hittumst alltaf reglulega og það var bara dagatalinu var flett og svo var eins og spurði mér, ertu ekki með dagatal? Ég var ekki komin með það þá og svo einu sem við gátum við hist vegna sem ein var að fara að borða frúkost með mömmu sinni og þá var mér nú allri lokið. Ég var nú bara vön að fara til mömmu sinni dagt í hug. En svona þetta og ég get sagt ykkur það ég kann vel við þetta. Bara svona rétti gamans. En ég ætla sérst að tala heilabilunarráðgjöf sem fag og það er þá mitt starf sem heilabilunarráðgjafi í Danmörku sem ég get sagt ykkur á. Og samfélagið. Og samfélagið þá er ég að tala vinvið samfélag fyrir einstaklinga með heilabilun. Þetta er svona verkefni sem er svolítið alþjóðavæðast og mér langar að segja ykkur aðeins frá. Og smá dönskukennsla, ef þið hafið áhuga á, þá getið þið látið þetta ganga. Ég kem aðeins inn á það verkefni alls saman samtokana á eftir. Og þetta er meðal annars mælan sem ég er með. Ég er svona, einhver kom með hugmynd heilavinur, þetta heitir bara á góðri dönsku demensven. Og það er einmitt eitt af því sem að þið kannski verðið svolítið að sætta ykkur við, að ég er með allt mitt fagmál á dönsku. Sem þýðir að það sem ég þýðir, það gerir ég sjálf og ég er ekkert óbúslega góð í íslensku. Þannig að ef þið hafið einhverja tillögur betri orð, þá endilega komið með því. En við erum ekki búin að skjalfesta heilavinur. Ég læt aðra það. Heyrðu, já, ég kannski kynni mér aðeins betur. Ég semst er hjúkrunarfræðingur í grunnmennt og lærði í Danmörku, flutti þangað þegar ég var 22 ára og hef búið þar svona on-off í 23 ár og fór svo í stjórnunarnám og var forstöðumaður fyrir heimilið, fyrir einstaklinga með heilabilun í mörg ár og þar kynntist ég starfi heilabilunarráðgjafa. Og það var þannig að þó að við værum með vel menntað fólk sem að kunni vel á heilabilunarsjúkdóma og fólk sem var með heilabilunarsjúkdóma, að þá var það bara oft samt sem áður erfitt. Og við lentum í aðstæðum sem við kannski gátum ekki alveg hendlað sjálf og þá fengum við til aðstoðar heilabilunarráðgjafa. Og svo bauðst mér að gerast heilabilunarráðgjafi í mínu sveitarfélagi þar sem ég bjó og ég þáði það boð og sem sagt starfaði þar þangað til ég flutti heim fyrir 3 mánuðum síðan. Svo þetta er svona örstutt mig. Get ég ekki bara nota örina? Jú. Ég ætla að byrja að tala heilabilunarráðgjöfina sem fag og þá sem sagt sérhæfing, tilgang, markmið og reynsla. Og sérhæfingin fyrir aðeins nánar út í það, er það yfir höfuð nauðsynlegt. Og tilgangurinn og markmið, þetta er svona það sem að dönsku samtök heilabilunarráðgjafa hafa sem sagt sett sér í upphafi. Þannig ég segi ykkur aðeins frá sögunni saman við það og reynslan það svo bara mín reynsla úr starfi sem heilabilunarráðgjafi og bara í því sveitarfélagi sem ég vann í. Þannig að þetta er svona það sem ég mun tala og svo tala við samfélag þar á eftir. En fyrst af sérhæfingunni, hún yfir höfuð nauðsynleg? Er það ekki, það var nú, Hildigunni þú varst inn á því í þinni opnunarræðu að þeir sem voru að sinna öldruðum og það hefur nú oft hangið saman, aldraðir og heilabilar, eða sem einstaklingar með heilabilunarsjúkdóma, að þetta var láglaunastarf. Og hefur lengi ekki þótt fínt að vinna með það.
og þeir sem fóru í þau störf var það ekki bara fólk sem var með hjarta á réttum stað og var það bara ekki nóg. Og bara stutta svarið við því nei. Og það sem sagt, ef við tölum heilabiluna sjúkdóma, þá kannski vitið það að það eru yfir 200 mismunandi sjúkdómar sem að geta valdið heilabiluna eða heilabiluna einkennum. Þannig að það er mjög nauðsynlegt að hafa ákveðna þekkingu á þessu. Og svo höfum við líka heyrt í það og margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að fólk sem að vinna með einstaklinga með heilabilun sjúkdóma, að því oft hættar kulnun í starfi. Þetta mikið álag og að vera með heilabilun sjúkdóm oft mjög flókið. Við erum að tala einstaklinga sem eru náttúrulega bara með sína persónu, sem eru með sitt líf í bakpokanum og sín sérkenni og fá svo heilabilun sjúkdóm þar ofan í. Og eru svo kannski með fullt af öðrum sjúkdómum líka. Þannig að þetta og getur verið mjög flókið, þessi heilabilun sjúkdómar. Og það engin einstaklingur eins. Þó að viðkomandi tveir séu greindir kannski með Alzheimer, að þá þeirra ferli alls ekkert eins. Og það var svo skemmtilegt einu námskeið sem við fórum á og þar var þetta sett svolítið fram í leikriti. Þetta var svona leikhópur sem að sérhæfi sig í því að fara svona og tekur fyrir svona það sem að gerast í þessu daglega lífi einmitt á sjúkrahúsum eða í heimahjúkrun eða á hjúkrunarheimilum. Og hluti af þessu, þetta mjög stutt, það bara mjög stutt hægt að segja frá svona löngu ferli. En það stutta og skemmtilega í þessu var sem að mér fannst vera mjög athyglisvert var að þessu var lýst eins og einstaklingurinn fékk símtal frá ferðaskrifstofu. Apollo-ferðaskrifstofunni kynnti sig sem Apollo og þeir voru útvaldir og þeim var boðið í sérstaka ferð frá jörðinni til tunglsins. Já, takk fyrir. Og hvað kostar þessi ferð? Já, ókeypis, þú ert útvalinn, kostar þig ekki neitt. Já, þetta hljómar eins og alltaf löng ferð. Hvað tekur það langan tíma? Því miður við vitum það ekki. Og hvað mjög við vitum þetta? Ekki fyrir við bara einni ferð frá jörðinni til tunglsins. Nei, trúlega ekki, en við vitum ekki ennþá hvar við munum millilenda. Já, og hvernig fannst þið heim aftur? Já, málið þetta bara önnur leið sem í boði Og þetta svona svolítið til að segja að það veit enginn hvernig ferlið mun þróast. Það veit enginn hversu langan tíma þetta tekur, en bara dæmi að þá heilabilun 5. algengasta dánarorsök í Danmörku. Þannig að fólk deyr á þessu, eða deyr ekki af einhverju áður. Og þeir einu sem að geta ferðast fram og tilbaka, það eru aðstandendur, starfsfólkið, umhverfið. Einstaklingurinn sem að fær sjúkdóminn, hann bara á einni leið til tunglsins. En við getum farið fram og tilbaka og markanum það sem hann Þau sveiflast bæði í tíma og í aðstæðum, eins og þau eflaust þekki svo vel. Nú, í starfi heilabilna ráðgjafa geta verið bæði hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, iðjuþjálfar, félagsfræðingar, þetta svona þær starfsþættir sem ég hef mest unnið með. Og þegar að upphafið af þessu námi, heilabilna ráðgjafa námi sem hefur verið í boði í Danmörku síðan 1992, þannig að þetta ekkert nýtt þar, að þá var tilgangurinn að sveitarfélögin öll í landinu hefðu aðgang að starfsfólki sem hefði sérþekkingu á þessu málefni. Og einmitt líka myndu stuðla að auknum gæðum í umönnun einstaklinga með heilabiluna því að þetta krefst sérþekkingar. Og að þeir getur líka tekið þátt í stefnumótun varðandi málefni, uppbyggingu verkferla, ríki og sveitarfélaga. Segi ykkur aðeins meira frá því á eftir. Og svo var markmiðið, sem sagt, að sveitarfélög öll hefðu aðgang að lykilpersónu sem hefði þá svona sérstæka þekkingu á málefninu og að væru hugmyndaríkir og skapandi, það var líka lykilatriði og myndu stuðla að þróun og innleiðingu nýrra verkefna því að það náttúrulega alltaf verið að rannsaka þó ekki sé búið að finna upp lækningu
að þá alltaf verið að skoða og rannsaka og það líka mikið gert af því að rannsaka nálgun. Því hvort það hafi til dæmis talað persónulega umönnun og þess að það. Alls konar þá verkfæri sem eru notuð svo lengi sem ekki finnst lækning. Nú skipuleggja fræðslu og ráðgjöf mikilvægt líka og að vera tengilegur einstaklingsins við aðstandendur og aðstandenda við kerfið, allt tímabilið frá upphafi til enda. Að sá sem að greinist með heilabilun, hann aldrei einn. Fjölskyldan aldrei einn. Og það alltaf einhver sem til staðar, ekki endilega í sama herbergi alltaf, en það alltaf einhver tíma. Það alltaf hægt að hringja í einhvern og svo boðið upp á heilsugæslu líka. Nú, eins og starfið var það sem ég starfaði, það var í Bræðisson, það skiptir kannski ekki öllu máli, segi kannski ekki svo mikið, en þetta svona rúmlega 40.000 manna sveitarfélag, norðvestur og Kaupmannahöfn og en starfið var í stórum dráttum þríþætt. Og það þetta fyrsta samþætting milli kerfa innan heilbrigðisþjónustunnar og lífskoordinasjón. Það heyrir maður ekki tala mikið hér á landi. Það eins og eftir því sem ég best veit, það sem ég heyri, að þá eru kerfin innan heilbrigðisþjónustunnar ekkert að vinna saman. Það eitthvað sem að þeir þekkir? Já. Ég var verið ég lærði sósíal- og sjónvarpsassistent út í það. Já, ok. Og ég var þriðji árgangur sem útskrifaðist. Já. Og þegar ég kem hingað heim, þá fæ ég eiginlega bara hálfgerð sjokk, því við náttúrulega lærum þetta líka. Og svona virkar þetta virkar svona saman, þannig að þetta var bara, maður ímyndaði sér þessi lestar. Já. Við værum bara miðstöð. Já. Og svo bara kemur teinar með innflokk, og við bara vísum annað og það ekki hér. Nei, og það nákvæmlega þannig sem það því að þegar við heilabilunarráðgjafar, það eru heilabilunarráðgjafar starfandi í öllum sveitarfélögum og fleiri fleiri en einn, því að það enginn einn sem getur sinnt þessu. Markmiðið í Danmörku ekkert sveitarfélag sem sé minna en sirka 50.000 manns. Þannig að alltaf það fyrir meiri leið. Og við greiningu, þá bara rétt eins og heimilislæknarnir, þá fáum við samþættinguna frá minnismóttökunni og höfum svo samband við fjölskylduna í framhaldi af því. Einstaklingin náttúrulega ef hann á aðstandendur, en það kemur oft fram á samþættingunni að einhver dóttir, sonur eða maki hafi verið með og þá það sá viðkomandi sem við náttúrulega höfum samband við. Því að þá samþykki fyrir við megum það. Og það bara mjög gott, því að kannski sem betur fer að þá missa einstaklingar með heilabilun oft sjúkdómsins. Það getur komið sér mjög vel, því að það náttúrulega mjög erfitt, það getur ímyndað hvernig það að fá heilabilunarsjúkdóm og missa svona tökin á sjálfum sér og minnið og færni líkamlega, vitræna. Og það getur verið mjög erfitt og öllum erfitt. Nei, ég var bara hugsaði bara þú varst að tala um samþættinguna. Já. Ég ætlaði bara komið að við erum með komin að staðum sem að vinna bara sem tengist öldruðum. Já. Þessar stofnanir, SAKið, HSN, öldrunarheimilin og félagsþjónustan. Þannig að það eru mörg tækifæri þetta. Já, og það mjög gott. En mér langar bara að bæta því við að það ekki nóg. Vegna þess að einstaklingar með heilabilun eru ekki bara aldraðir. Ég var tengiliður inn á 4 heimilum þar sem að viðkomandi voru yngri en ég. Og 8 börn sem voru miklu yngri en ég. Þannig að bara svona rétt aðeins, það rosa gott að byrja auðvitað. En við verðum líka að tala um þetta sem ekki bara öldrunarmál. Það ekkert eðlilegur fylgikvillir öldrunar að fá heilabilun. Þó sem við fengjum hana kannski öll ef við erum 200-300 ára gömul. Það önnur saga. Þannig að það mjög mikilvægt að hafa það í huga líka. Og það talað í rúmlega 5 milljón, hvað danir, rúmlega 5 milljónir. Að í fyrra voru 3.000 manns sem voru yngri en 65 ára greindir með heilabilunarsjúkdóm. Og það á ekki endilega saman með alla þjónustu og allt það sem í boði með öldrunum.
þá stundum að bjóða annað en það. Nú, samþættingarkerfinu lýst sem ákveðnu verklagi, skriflegu verklagi, þar sem lýst nákvæmlega hverjar skyldur og hver ábyrgð allra kerfa Hvert hlutverk sérfræðiþjónustunnar sem minnismóttökurnar. Þar eru starfandi svona teymi sem eru taugasérfræðingar, taugasálfræðingar, geðlæknar, öldrunarlæknar og hjúkrunarfræðingar. Þannig að þessu lýst mjög vel hvert þeirra hlutverk og hver þeirra skylda og svona líka í sambandi við sveitarfélögin. Hver þeirra skylda, hvert þeirra hlutverk og svo heimilislæknarnir, því að þeir eru sjálfstætt starfandi í Danmörku. Þeir eru ekki svona hluti að heilsugæslu vaktavinnunni eins og hér á Íslandi. Þannig að þetta svona ferli og svona kerfi sem að það enginn í vafa hver hans skylda gagnvart þessum einstaklingum og aðstandendum þeirra. Og það líka boðið upp á fræðslu í sambandi við greiningu á minnismóttökunni, þá boðið upp á 3 skipta fræðslu og það bæði fyrir aðstandendur og fyrir einstaklingið sjálfa. Þó að þessi ekki saman herbergi því að umræðan kannski önnur og aðstandendur hafa þörf fyrir að tjá sig, að þá samt sem áður sama fræðsla í boði, bara kannski sagt svolítið varkárlega við þann sem að greinast. Það fer alveg eftir aðstæðum. Og þetta fræðsla þar sem að fyrsti dagurinn þá talað heilabiluna sjúkdómana, mismunandi sjúkdóma og það talað svona við hverjum að búast og það líka farið inn á svolítið þetta með fjölskyldan, það rosalega viðkvæmt og rosalega viðkvæmt fyrir marga. Nú svo á degi 2 þá það lögin, lögfræðingur sem talar það, lög, réttindi, skyldur og á 3. daginn það svo svona samskipti og daglegt líf. Og af þessu koma heilabilunarráðgjafar í Sveitarfélögunum líka. Þau sitja alltaf með sem fundarstjórar og eru með svara fyrirspurnum því að til dæmis læknirinn á fyrsta degi það með klukkutíma, líkur sínu erindi og fer og svo heilabilunarráðgjafar sem sitja fyrir sögu. Þannig að þetta svona stutt forlífskoordinasjón. Nú síðan það fræðsla á ráðgjöf og í okkar sveitarfélagi þá buðum við 2 daga grunnnámskeið fyrir alla í sveitarfélaginu og það var þá alveg saman hvort það voru starfsfólkinn á hjúkrunarheimilum eða í heimahjúkrunum eða heimaþjónustunni, endurhæfingardeildin og allar biðdeildar og þess að það rekið af sveitarfélaginu því að sjúkrahúsin senda náttúrulega bara ruttunarlið sem búið að meðhöndla fólk. Fólk verið frískt og þarf ekki lengur á sérstakri sjúkrahúsdvöl, þá taka sveitarfélögin bara við. Þannig að þau hafa náttúrulega ekki áhuga á að þurfa að borga dagsektir og fólk flytja á sjúkrahúsum sem náttúrulega líka mjög slæmt fyrir svona einstaklinga. Minnst múli, sjúkrahús og síðan það fræðsla bara eftir þörfum. Það getur verið Rauða krossinn, það getur verið félag eldri borgara og þeir hafa komið sér upp svona kerfi þar sem að þeir eru svona heimsóknarnir. Og það svolítið öðruvísi kerfi heldur en hjá Rauða krossinum að þeir fá þessa fræðslu heilabilunarjúkdóma. Þannig að þeir eru svona kannski betur í stakk til þess búnir að fara inn á heimili þar sem einstaklingur með heilabilunarjúkdóma. Nú á ráðgjöf, það bara ráðgjöf eftir þörfum líka, hvort sem það inn á heimili eða út í samfélagi. Og utan aðstandendahópar, makar og fullorðin börn, það hefur líka verið aðstandendahópar fyrir maka þeirra heimabúandi. Við höfum haft það þannig í okkar sveitarfélagi að þegar einstaklingur flytur á hjúkrunarheimili að þá boðið upp á samsvarandi hópa bara á hjúkrunarheimilinu. Þarfirnar breytast. Það ekkert endilega eins að vera maki þess sem býr heima og þess sem býr á hjúkrunarheimili. Þannig að því leyti til höfum við haft þetta aðskilið. Og þetta eru svona mánaðarlegir fundir og alveg án stoppa ekki fyrir að viðkomandi flytur á hjúkrunarheimili eða viðkomandi maki flytur á hjúkrunarheimili að þá hættir þessi frískipti í þessum aðstæðum. Nú fullorðin börn,
við höfum talað fullorðin börn og ekki bara börn, einstaklingar með heilabilun, því að þarfirnar eru svo mismunandi eftir því á hvaða aldursstigi við erum að tala um. Og fullorðin börn, það eru oftast bara fólk sem eru okkar aldri, yngri, eldri, en eru kannski flutta heiman og það höfum við heyrt að hefur verulega gott að hafa þetta aðskilið vegna þess að maki, kona sem að baki manni með heilabilun kvartaði mikið undir afskiptasemi barnanna. Og hún sagði, hann ekki það langt genginn að þessi afskiptasemi í börnunum algjörlega óþolandi. Við erum ekki þar að þau þurfa að skipta sér öllu. Þannig að þetta svona alltaf línudans hvenær, því að það auðvitað líka gott að fullorðin börn grípi inn þegar þarf og séu allavega til staðar. Og ég man eftir einni í þessum fullorðna barnahópi sem að talaði mikið svona þessa sorg sem hún var að upplifa aftur og aftur og aftur. Þetta, eins og hún sagði, ég held að væri auðveldara að pabbi hefði dáið. Þá gat ég syrtan sem dáin og svo bara haldið áfram. Og auðvitað vitum við það kannski ekki. Við höfum kannski pröfað bæði. En hún talaði að það var einmitt þetta. Svo missir hann þessa færni. Svo missir hann þessa færni og svo missir hann þessa færni og allt ég kannski á mammans. Það svona þessi óskilgreinda sorg sem að henni fannst svo erfið og gaf henni svo mikið að koma einmitt í svona hóp. Og þarna erum við með aðstandenda skóla. Við förum alveg yfir 8 mismunandi þema, þetta eru 8 skipti og hvetjum þau svo til að halda áfram að hafa þetta tengslanet og margir hafa gert það. Danska skipulagið aftur. Hópurinn sem við vorum með síðast, þau voru strax búin að finna dag í ágúst þar sem þau hittast og borða saman og hver að það að koma með hvað. Já, einmitt. Nú og þarna stendur líka Gelbó. Þetta svona gömul dönsk krá og við buðum lökum, heimabúandi lökum, við að borða svona ekta danska frókost. Og svo þetta í rauninni snýst ekki neitt annað en að bara hafa það gaman. Syngja þannig hafa margir verið vanir að nota þessar krár við sögur landið, hvort sem það þá bara í svona helgarferðir eða bara til að fara að borða frókost eða hvað. Þannig að þetta var fyrir marga mjög svona eðlilegt að fara og borða úti á svona krár. Og við höfum líka hugsað þetta svolítið út frá að tengja fólk vegna þess að við heyrum að það eru svo margir sem einangrast. Það kannski fólk sem hefur haft góða vini, að vinirnir svona einhvern veginn, veit ekki hvað ég að segja við hann. Veit ekki hvernig að vera, hann hefur breyst og það getur verið svo margt. Að það svona eins og hjón, allavega eins og þau segja að þau einangrast. Og þarna höfum við upplifað að fólk verið að tengjast aftur og þá kannski á öðrum forsendum. Eignast vini sem að voru svolítið í sömu aðstæðum og skilja að þó hann líti eðlilega og út af við mætum honum í búðinni að þá kannski hann ekkert. Ég meina, hvað vandamál? Það ekkert að þessu manni, þú ert bara hysterísk eins og ég kannski segja það. Þannig að þarna fengum við svona viðurkenningu á því að já, við þurfum ekkert endalaust að vera að afsaka og segja jú, þetta víst erfitt, þetta mikið álag. Og það voru til dæmis 2 konur sem við varum að kveðja þær, þá sögðu þær já, þetta búið að vera alveg frábært, þetta búið að bjarga líf okkar og þegar mennirnir okkar deyja, þegar þeir gera það, þá ætlum við að fara að ferðast saman. Og svo bara önnur saga sem ekki síður skemmtileg, það að hann ætla búið upp á dagþjónustu, eins og hér. Og stundum getur verið mjög erfitt að sannfæra fólk að það væri gott fyrir okkur í dagþjónustu. Og það var einn af þessum mönnum sem ég kom heim til sem hafði enga þörf fyrir það. Ef einhver hefði þörf fyrir það var kona, hún var alltaf bara fíluð. Og svona var þeirra samskipti og þau voru bæði ofboðslega þreytt og hún var alveg að bugast. Og við stýrðum því þannig að við settum þau til borðs með öðrum hjónum þar sem að konan var með Alzheimer og það var svona kona sem var mjög hress og spjallaði mikið og hafði frá mörg að segja. Og svo sitja þau þarna að spjalla og ég sest bara hjá þeim svona til að athuga hvort að ná þetta markmið sem ég hafði ekki náð með heimsóknum til þeirra.
Og svo heyri ég að hún fyrir að segja að hún sé nú í klúbbnum. Já, hvað klúbb? Það var svona algjör heimsborgari þessi maður. Hann var búinn að búa erlendis í 40 ár og vinna við alls konar möguleg stjórnunarstörf og nýfluttur til Danmörkur. Hann var sænskur, það var aldrei búið í Danmörkur, hann þekkti engan. Og svo segir hún við hann, en ég get sagt þér það, þetta er ekki fyrir hvern sem er. Og hann bara svona, jassó, ekki fyrir hvern sem er. Og hann sem sagt þegar ég fór til Íslands, þá kom hann í Dagþjóðsund tvisvar í viku. Og það var ekki mér að þakka, það var einmitt konu með alls þannig að þakka. Þannig að þetta er svona, það er margt hægt að gera. Og þess vegna er svo mikið að vera hugmyndaríkur. Þróun og innleiðing verkefna, þátttaka í vinnuhópum, samstarfi, tengslanir, við vorum í samstarfi við alla heilabilunarráðgjafana á Norður-Sörlandi hópur og vorum að fara af stað með að innleiða vinveitt samfélag þegar ég flutti. Og nauðung og löggjöf, það er mikilvægt upp úr því að allt starfsfólk þekki vel til nauðung og löggjöfunar. Og það er mjög skýrt hvað megum við. Við notum oft það hvað megum við því að lögin er oft þannig, það má ekki þetta og hitt, en sem nauðung og löggjöfun þegar við erum að tala fólk með heilabilunarssjúkdóma, hún er bara skilgreind þannig að fólk með varanlega vitræna skerðingu að þá eru örfæir þættir sem er heimilt að beita nauðung við og þá var náttúrulega sækina fyrir fram þessum hóp sem að séum þessum nauðungarlögum og það er einmitt farið yfir skráningar og þetta er hópur sem að skila inn til bæjarráðs árlegri skýrslu. Þannig að stjórnmálamenn í Danmörku, þeir eru alltaf ábyrgir fyrir hvaða þjónustu er veitt. Í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Það eru þeir í rauninni sem að ráða gæðastafanum. Kemur hugmyndin, kemur kannski skrifuð af þeim sem eru að vinna við þetta, en svo er það þeir sem segja ekki peningur þetta, skrifuð þetta, fjármagn þetta. Þannig að þeir eru gjörsamlega ábyrgir fyrir hvaða þjónusta er í boði í hverju sveitarfélagi. Og svo allt mögulegt annað. Aðeins að fylgjast með klukkunni. Já, ég ætla að segja ykkur svo aðeins frá vinveittu samfélag fyrir fólk með heilabilunarssjúkdóma sem á dönsku heitir Demensvenligt Samfund eða á erlendum máli, ensku, Dementia Friendly Community. Og þetta er svona verkefni sem er algjör alþjóðavæðing í. Það eru mörg lönd víðs vegar heim einmitt að vinna markvisst af þessu verkefni að vinvæða samfélaginu. Því að þetta er náttúrulega málefni sem varðar okkur öll. Og eins og hann segir hérna, Jens með demens, men ég også Jens demens. Altså, hann er með heilabilunarssjúkdóm, en hann er líka Jens, hann er fyrst og fremst Jens. Og það er það sem er svo mikilvægt, það er samfélagið átti sig á því að það er svo margt smátt hægt að gera. Það sýnir það í þessu, ef það gengur. Nú er ég með Mac, tölvu heima hjá mér, hvað gerir ég? Ítta bara á linkið, þarf ekkert að ljósa það. Þetta er, það er mikið talað heilabilun í Danmörku og það er bara yfirskrift sem heitir tölum heilabilun. Og fjölmiðlar taka drjúgan þátt í þessu líka og er ekkert endilega bara að taka þátt eða gera eitthvað að því að Alzheimersamtökin eða einhverjir aðrir segja þeir að gera það. Til dæmis stöð 2, eins og það myndi vera hér, var heila viku með þema tölum heilabilun, þar sem þeir sýndu ýmsa þætti og viðtöl við einstaklingana og viðtöl við aðstandendur. Og bara til að vekja athygli á þessu málefni, þá fóru þeir líka í hvað heitir þetta? Verslunarmiðstöð, bara til að skoða hvernig svona almenningur bregst við einhverjum sem er í vanda. Hvernig myndi við bregðast við að það væri 20 stiga frost hérna úti og einhver sem væri hér inniliggjandi væri að labba hérna út á náttúrutónum. Vonandi myndi við bregðast við og vonandi líka bara hver sem er, ekki bara fagfólk. Þannig að þetta er svona pínlítið til að sýna ykkur hvað það snýst. Og þeir eru náttúrulega með auglýsingar.
Ég gat ekki fjarlægt þar. Þeir lifa á því. Sjá. Og get ég ekki stækkað. Nei. Skóla brannst niður. Svona. Og ekki einhver ferkantur hér sem ég get stækkað. Nei. Komin inn í auglýsingu. Ég held þessi komin inn í auglýsingu, sko. Ég ætlaði það ekki. Heyrðu, við byrjum bara upp á nýtt. Svona. Þolið þetta alveg svona lítið. Ok. Og það hljóður glá þessu? Já. Trenger du hjälp? Vad säger du? Vad för något? Jamen, jeg ved jo ikke, hvor du bor. Hvor bor du henne? Det ved du ikke. Kom, skal jeg vise dig, hvor nogen som kan hjælpe dig. Kom. Skal jeg hente mig i receptionen? Ja, det tror jeg, fordi det lyder som om hun ikke ved, hvor hun skal hen. Jeg går lige ned og spørger hende. Ja, kommer der ind og hjælper dig? Hjem? Ja, så du kan komme hjem. Flere hundrede mennesker besøgte Frederiksberg-centret i løbet af de 2 timer, vi filmede. Og 7 af dem valgte at hjælpe Inge-Lise. Hvad ville du gøre? Hos Profiloptik kan du få en komplet... Hvað æska á þessi glindaglýr? Nei. Ok, það ekki styrðið. Sjá. Vorum 2 mitt dagur hlugunar, já, nafnið. Þarna neðst það. Já, ok. Já, hvað segið þetta? Þetta kemur inn ekki óvart. Nei. Að það voru 7 sem völdu að aðstoða. Þetta ekkert smá sendir þannig Kaupmannahöfn. En þetta kemur ekki óvart. Ég held að þetta sé bara niður svo innbyggt í okkur. Ég meina, hversu margir keyra fram hjá bíl sem utan við hann áður en þeim stoppar. Þeir eru alltaf að setja fréttum. Og þetta einmitt það sem að þetta verkefni snýst og eins og ég segi, það eru bara mörg samfélög bara víðsvegar heim sem eru að vinna markvisst að þessu að gera þeirra samfélag meira vinvætt einstaklingum með heilabilun. Og ég heyrði talað er það í Reykjavík sem þeir eru að tala öldrunar, hvað kallar þetta? Öldrunarvæn samfélag. Ekki heilsueflandi? Heilsueflandi fyrir aldraða. Já. Og eins og ég sagði áðan, þá það ekkert nóg að það verði vinveitt öldruðum. Það þarf að koma þessu orði af með einhverjum hætti að þetta snýst vinveitt samfélag fyrir einstaklinga með heilabilun og aðstæðingur þeirra. En það var sem sagt í Kaupmannahöfn 2016 að þá var haldið ráðstefna allsam í Júróp og einstaklingum sjálfum og aðstandendum var boðið á málstofur og þeir tóku virkan þátt og síðan skiluðu þeir inn. Og það hefur verið mikið notað svo í þessari stefnumótun. Hvað kom fram með þeim sjálfum, því að þeir eru náttúrulega sérfræðingarnir í þessu og á það verður að hlusta. Við getum ekkert bara sest niður sem fagfólk og gert eitthvað. Við verðum að hlusta á þá sem málið rætt. Og þetta eitt af því sem kom fram. Það að við óskum þess að öll samfélög verði vinvætt einstaklingum með heilabilunssjúkdóma og allir borgarar öðlist meiri þekkingu á heilabilun og hafi betri skilning á þessum vanda sem fylgir, bara eins og konan þarna í umhverfisefninu. Og það auðveldar okkur að uppkoma erfiðar aðstæður í bankaverslunum, strætum með meira. Men dæmi einn íbúa okkar þar sem hann var með Alzheimer og Alzheimer þannig sjúkdómur að það oft svona þessi líkamlega færni, hreyfanleiki sem helst mjög lengi miðað við marga aðra heilabilunssjúkdóma að þeir eru mjög svona
pressir upp á fótinn og það eru þeir sem verið að auglýsa eftir í útvarpi, lögreglan að leita, það oft fólk sem með Alzheimer. Nú, hann heitir Bent, þessi einstakling sem bjó á hjúkrunarheimilinu við síðan hann. Og hann var vanur að fara bara í sína göngutúra daglega, mjög virkur og hafði þörf fyrir mikla hreyfingu og það náttúrulega ekkert sem heitir lokuð heilabilunardeild. Það gerir ráð fyrir sig hendur út í Íslandi. Það allavega með bannað samkvæmt lögum úti. Þannig að hann var náttúrulega frjálsum að ferða og fór og svo einn daginn var hringt í okkur úr bankanum og þá var starfsmaður sem var að segja okkur frá því að hann væri þar staddur og hann væri mjög reiður. Og hann skildi ekkert í því að hann gat ekki tekið pening á sjúkrasamlagsskírteini sitt. Og starfsmaðurinn gat náttúrulega ekki láta hann hafa pening út á það. Og Bent skildi það engan veginn því hann var jú með kortið. Þetta bara nákvæmlega sama stærð og svona vísakort. Þannig að hann skildi þetta engan veginn. En þessi starfsmaður var búinn að fara á fræðslu. Það sem sagt var hluti af því í þessu litla smábæ að borgarar fengju þar fræðslu. Þannig að hann vissi alveg nákvæmlega hvað var í gangi. Og hringdi okkur í litlu vita og þá sem sagt var starfsmaður sem fór niður og bara þetta mál leystist. Og þetta bara svona eitt dæmi það hvað allir í rauninni þurfa að vera meðvitaðir. Þetta að gerast alveg örugglega í verslunarböngum hér á landi líka. Þannig að það spurning, ég meina alla íslensk stjórnvöld að láta sig mála varða. Nú við viljum að aukin áhersla verði lögð á menntun starfsfólks og það hafi nauðsynlega þekkingu á heilabilun. Langar að segja ykkur frá einu dæmi þar sem að það var kona sem hringdi í mig, maki, maðurinn hennar var með ekki Alzheimer en annars konar heilabilunsjúkdóm. Og þau bjuggu þá heima og hún hringir í mig alveg miður sín, hágrátandi og segir ég bara veit ekki hvað að honum. Ég var nú bara í mestu rólegheitum eins og ég vön inn á skrifstofan hans að þurrka af. Og hann kemur afskvaðandi inn og bölvar og ragnar og rekur mig út. Hvað ert þú að gera þarna? Forljóta kerlingar, hann blótaði og bölvaði henni þvílíkt að hún var alveg yfir sig. Komdu þér út. Hann rak hana bara út af heimilinu þeirra. Og hún hringir og segir bara hvað á ég að gera? Hann alveg óður og hann þekkir mig ekki og hvað get ég gert? Og ég spyr hana, hún vissi að dóttir þeirra bjó hérna í sömu götu og hún var mjög oft úti bara með pappa sem tók henni bíltúra, þessi klukkutímum samanstundum í dag. Og ég spurði hvort hún væri heima og hún var það og ég spurði ef hann myndi þiggja bíltúr með henni þá skildi hann gera það og ef ekki þá yrði hún að fara. Hann rak hana út og hún yrði þá bara að fara og svo kannski getur hún komið aftur eftir 20 mínútur og þá kannski sér hvernig það var. Nú dóttirinn kemur og býður hann bíltúr og hann þiggur það sem betur fer og þau eru burtu í klukkutíma. Svo þegar hann kemur aftur, þá segir hann, nei, sæl elskan, við konuna sína. Og svona þetta bara. Ef við ímyndum okkur svona línu þar sem við fæðumst 0 ára hér og þroskum okkar færni, að þegar fólk fær heilabilunarsjúkdóma, að þá kannski gerist þetta svona afturbak. En ekki endilega alltaf í réttri röð. Fólk getur sveiflast. Nú man ég bara eftir því þegar ég var 18. Þá var ég ekki gift hér. Átti þig eftir sem dóttir mín. Svo kannski eftir smá tíma. Og þess vegna getur stundum verið gott að gera eitthvað annað. Ekki endilega fara inn í þessu umræðu og fara að rökræða, en finna upp á einhverju öðru því að fólk sem á þetta til að sveiflast svona. Þannig að það virkaði þarna. Þess vegna þessi þekking starfsfólks sem lausleg. Nú að sigrast megi á þeim bannorðum og fordómum sem við upplifum í daglegu lífi, við viljum að koma sér fram við okkur eins og við erum. Þó svo að við skerðum eitthvað fjúki, þá þetta samt alltaf persónan sem miðdepillin. Með sína sögu og sína sérhætti og það þarf alltaf að hafa húma. Og það mikið talað mikilvægi þess til dæmis að sjúkraflutningastarfsmenn hafi þessa þekkingu. Þið alveg örugglega að fá hingað inn á fólk sem í bullandi rugli með heilabilunasjúkdóm líka. Og hvernig
hvernig höndla sjúkraflutningastarfsemi það. Þannig bara jafnir sem þú... Já. Og reynslan þeirra hefur ekki það að segja? Já, einmitt. Það hefur það. Og hvernig hægt að koma í veg fyrir þetta ruglástand til dæmis. Það oft hægt með þekkingu að fólk, það er enginn sem að þróar bara akút heilabilun á einni helgi, það er alltaf eitthvað annað. Þess vegna þokkvarasýkingar. Þannig að það er svona, já. Og við vitum það að með hækkandi aldri, ég var nú að tala um það hérna áðan, að þetta væri ekki sama sem merki, þetta væri ekki eðlilegu fylgikvilli eldrunar að fá heilabilunarsjúkdóm. Þá vitum við auðvitað að með hækkandi lífaldri þá aukast líkurnar á því að fá heilabilunarsjúkdóm. Og þess vegna er svo mikilvægt að samfélagið allt láti þetta varða. Fólk er að eldast. Það eru fleiri og fleiri sem lifa lengur, þannig að þeirri þróun fylgir allavega ef spárganga eftir fjöldi eða mikil aukning á þeim sem fá heilabilunarsjúkdóma líka. Þetta skiptir rosalega máli að samfélagið sé með því. Algjörlega. Ég hef heyrt þetta mikið eins og öllum heimur, því nú ég móður sem er ekki 75 ára gömul og heilabilun. Ég er svo sem alveg í þessu núinu, þarna núna. Og það sem er verst í þessu er alveg þetta samfélag. Þegar það eiginlega kemur fram og segir eða ákvæmdið mér ekki rosalega mamma hennar. Þetta er ekkert, hún er náttúrulega þessu ástæðu þetta er hennar sjúkdóm. En þetta er ekki mamma eins og mamma. Og það er það sem kannski fólk þarf að skilja og skynja. Ég heyri þetta svo oft einmitt líka talað á eldheimilunum að bara eins og ég fá stöðum á fólki að það sé rosalega, nauðsyn að starfsfólki þar hreinlega líka mikið betur. Þetta meðhætta þennan hóp. Og nota til dæmis ekki þessu orð mannstu hvað er maður eða eitthvað svolítið. Það er hluti sem við eigum bara alls ekki. Eða mamma, ég meina, ef fólk er að kalla mömmu sína, hvað er mamma fyrir okkur? Er hún öryggi? Hún er ekkert endilega mamma sem sagt fyrir þau, en hún getur táknað svo mikið, þetta orð getur táknað svo mikið, þannig að maður segir þetta ekki við fólk. Heyrðu vinna, þú ert sko nýra, hvað er mamma eins og gömul? Hún er það löngu dáin. Og ef maður er kannski bara allt í einhvers staðar í sínu ferli bara að man sig í barnæskunni, mamma er dáin. Akkur hefur enginn sagt mér að mamma er dáin. Þvílíkt sjokk að heyra mörgum sinnum á dag, en sem betur fer er þetta nú bara fortíð, við höfum ekki segja það, að það er allt önnur nálgun í dag, þó að megi mikið bæta. Því að þessi tengsl og samskipti, þau skipta öllu. Ef við náum ekki tengslum við einstaklinginn, þá getum við gleymt í að reyna að fara að þvo hann neðan. Hingað fer bara enginn, ekki ókunnugir eða veit ég hvað þú vilt að ég bara, nei. Við erum bara alveg upp við það. Við erum ekkert að gera það niður okkur fyrir hvert sem er. Þannig að þetta er svo margt sem skiptir máli í sambandi við þekkingu og fræðslu. Nú, hef ég smá tíma í þetta verkefni Alzheimer-samtakanna. Þetta er svona Alzheimer-samtökin dönsku sem eru, og það eru Alzheimer-samtök út víða veröld að gera nákvæmlega þetta verkefni. Þetta er upphaflega skoskt fyrirmynd og þeir voru til dæmis dönum innan handa þegar voru að fara af stað með sitt verkefni. Og þetta snýst í rauninni það að virkja allt samfélag. Verða vinur, sem sagt. Ég er hérna með þessa nælu sem að eiginlega undirstrika bara það að ég vil leggja mitt af mörkum til að aðstoða fólk út í samfélaginu sem á við heilabilunarstríð eða einhver vandi kemur upp, að þá leggja mitt af mörkum til að aðstoða. Og þetta er þannig að það getur hver sem er orðið í rauninni leiðbeinandi. Ég er leiðbeinandi, men ég var líka námskeið hjálp sem samtökunum með fólki sem var hægt að vinna, fólki frá Rauða krossinum og bara ýmsum. Það þarf ekki endilega að vera fagaðili sem að gerist leiðbeinandi því að þetta er bara fræðslupakki sem fólk fær, þessi leiðbeinendur, einstaks fræðsla og svo fá allir sama pakkan, sama hvar á landinu er. Og markmiðið er sem sagt að ég þá sem leiðbeinandi fari í Bónus og Netto og Landsbankann og Arion og sjúkrahúsin og slökkvistöðina og kannski bara með 2 tíma fræðslu heilabilunarsjúkdóma. Þannig að þetta á svona að enda með því eins og í allavega dönsku markmiðin eru þá 100.000 vinir. Og í
dag eða morgun fyrir kíkti þá voru komin upp í 55.916. Í fyrradag 55.913, þannig að það er alltaf aukning í þessu sem betur fer. Og þetta er það sem ég var að láta ganga hérna, að það má lesa þetta allt saman og vonandi fara íslenska alzheimersamtökin að stað með þetta verkefni fyrr en síðar. Þetta er bara mín framtíðarsýn, að það sé til stefna í málefni einstaklinga með heilabundna sjúkdóma. Það er bara eitthvað sem að mér finnst eðlilegt að stjórnvöld gerðu. Og það þarf að fylgja því málefni peningar. Bara eins og að gerast í Danmörku. Danir eru með stefnu í þessi málefni og það fylgir því fjármagn. Og til dæmis þá getur sjúkrahús sótt fjármagn til þess að vinvæða þeirra sjúkrahús. Hvort sem það er þá að bæta einhvert horn með betri lýsingu, einhvert horn þar sem að er hægt að leiða í afdreifingu eða allavega hvernig það verður. Þetta er nýtt, þetta er fyrst núna í 18 sem að sjúkrahúsin geta sótt það. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Hvort að það er þá auðveldara að leggjast inn fyrir einstaklingi sjálfan og fyrir starfsfólki að þá handla að það komi einstaklingar með heilabundna sjúkdóma sjúkrahús. Þetta fyrir mjög erfitt. Þannig að það er algjörlega nauðsynlegt að það sé til stefnu og bara sem dæmi að þá er það er yfir 20 áherslur í þessari dönsku stefnu sem að snýst vinvænt samfélag, snúast aukna fræðslu, betri þjónustu, allt mögulegt, eins og segi, það er ekki til nein lækning. Þannig að á meðan það er ekki til þá verður að gera annað. Og svo er þessi samþætting kerfa innan heilbrigðisþjónustunnar, eins og var að segja örstutt frá hvernig er skilgreint hver gerir hvað hvenær. Sjúkrahúsin, eða sérþjónustan minnismóttökunar, sveitarfélögin, heimilislæknarnir, það getur engin skorast undan ábyrgð. Það bara stendur hér hvað að gera, gjörs vel. Og svo er það fræðsla og þjónusta við hæfi óháð búsetu. Það er kannski eitthvað sem að maður gæti séð fyrir sér að gæti verið svolítið háð búsetu hvernig því er farið hér á landi, ímyndaðir. Það er náttúrulega bara minnismóttöka í Reykjavík. Nú vinvænt samfélag fyrir einstaklinga með heilabundna sjúkdóma. Þetta er svona bara það sem ég hugsa og þetta er bara algjörlega það sem ég hef kynnst í dönsku samfélagi og mér finnst þetta að vera að virka rosalega vel. Og það má alltaf bæta. Það er ekkert fullkomið þar heldur, alls ekki. En það er þá allavega til plan sem unnið er eftir, eða maður reynir að vinna eftir. Og svo einstaklingar með heilabundna missa ekki hæfileikann að eiga góð samskipti við aðra. En leiðin að góðum samskiptum er breytt og ég held að þetta sé algjört lykilatriði í starfi fólks sem er að vinna með einstaklingar með heilabundna. Það er að leiðin að góðum samskiptum, það er hún sem er breytt. Það er heilin ekki þetta sem ég mista heilabundna. Og svo eru þeir félagarnir upp að halda mín heimili. Þið skiljið þetta alveg. Já. En bara eins og Vilhjálmur söng, eitt sem verður allir meina að deyja. Bara eitt sinn, við deyjum bara einu sinni, einn dag, en alla hina dagana lifum við. Og líka fólk með heilabilun. Og það sem mér finnst svo mikilvægt, það er að fólk með heilabilun, það hefur ekkert allan tíma, væntanlega ekki sama tíma við til að lifa. Þannig að það þarf að lifa núna. Og það held ég að væri svolítið mikilvægt að stjórnvöld áttuðu sig á og gerðu það í. Þetta snýst núna. Já. Þetta voru mín lokaorð. Mér finnst þetta mjög gaman að heyra þetta, en þú veist það samt, eins og þú segir, við þurfum bara að mæta fólkinu þar sem það er kannski bara einmitt orðið 18 ára og ekki giftir eða eitthvað svoleiðis. En þú veist, nú er ekki langt síðan ég útskrifaði sem hjúkrunarfræðingur og það er skókvæmt að þú segir þetta, að því að svo ótrúlega mikið hamrað í náminu á því að við mættum ekki ljúga fólki. Það má ekki ljúga, það má ekki
taka og segja bara já, allt í lagi, hefðu, þú ert 18 ára, skulum það bara vera það. Þú átt að gera það sem þú getur að koma á sín stað og koma í veruleikann sem hér og nú. Já. Það bara minn veruleiki. Já. Við megum ekki ljúga heldur einstaklega með heilabilun, en við getum gert allt mögulegt annað en að veruleika endalaust hamra á þeim. Nei, það til sko aðferð sem að sko snýst einmitt það. Já. Náðan hafið heyrt hana, valideringsterapi. Hún snýst einmitt það að sko maður fer alveg inn í þessa umræðu með mömmu, já mamma, hún hlýtur og hafi ofbeldislega góð. Og saknaði mömmu og aftur mynda mömmu að koma og þá kannski að leiðinni, rekst maður á eitthvað annað, nei, hvað er fallegt blóm? Þannig að þetta það sem að breyta og mæta þeim, en nei, við megum ekki ljúga. Nei, en sko þú veist, þetta nefnilega það þarf að fara miklu dýpra í akkurat þetta, að því að þú veist að gefa í rauninni hjúkrunarnemum og okkur sem þú veist, þeim að koma bara verkfæri, hvernig getum við þá gert þetta öðruvísi? Að því að þú veist, eins og okkur var kennt í rauninni bara, já, þú mátt bara ekki skröpa hann, bara, þú veist, og þá bara, ok, heyrðu, ég er 23 ára hérna, ég veit ekki betur, ok, ég má ekki skröpa það, þú veist, mamma þín víst á. Skilurðu, þú veist, hvað verkfæri færðu í staðinn? Það kemur náttúrulega með reynslunni og það kemur með því að vera að vinna með einstaklingunum, en segjum að ég sé nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur 24 ára gömul, hef ekki reynsluna, hef ekki þessi verkfæri, fékk það ekki í skólanum og ég er að taka á móti sjúkling með axlunar sem er veikur af þakkvarsýkingu og erfðumur lumnaður heldur en bara sjúkdómurinn skilurðu. Og hvaða verkfæri hef ég í höndunum ef ég get ekki spurt það? Þetta sló mig aldrei þegar ég segir þetta því að það eru það er bráðum 3 ár síðan ég klára, þannig að við erum ekki komið lengra í hjúkrunarnáminu en þetta, að það er bara rétt, þú veist, einn smá kúrs og við fáum ekki verkfæri. Þannig að ég ekki að byrja þar líka. Jú, alveg hvort sem það er sjúkrunni eða hjúkrunni eða hvað það er. En því að sko vinkonur mín eru öðrum bekk núna í hjúkrunni, þetta er alveg nákvæmlega saman námskeið, ég var að klára það. Ég var bara að segja einu sko að því að það var svona 3 ár síðan útskrifaðist, því ég hlóð upp. Já, 22 ár. Mér finnst mjög leiðilegt að heyra, ég er útskrifast frá Háskóla Íslands, þá var ég skiptumáli. En þá lærði ég nákvæmlega þetta, akkurat sem þú varst að segja. Algjörlega, ég var mjög frátt og mjög góðar sem þetta kennt þá. En mér finnst náttúrulega hræðilegt að heyra að þetta var engin nýju vísindi fyrir mér. Þetta er ekki nýju vísindi. Nei, og ég held að það er náttúrulega bara aldrei í þetta að ítrekka við fólk að þú veist, fórðarlega sem hlutu dámið eða þeim sem bara finnur aðra leiðir og aðra sem eftir. Ég held að þeirra þá eitthvað mikið að endurskoða ef það er eitthvað að skoða þetta. En þá er þetta aftur. Af því að þú veist, ég lærði þetta fyrir 21 árum sem þetta Danmörku svo-assistentin, akkurat þar sem þú ert að tala, skilurðu. Þannig og á hjúkrunarheimilinu sem ég var að vinna þar, þá var einstaklingur sem var bara föstu meiri fæðingu. Hún var bara fæðing og það var bara hennar veruleiki í dag. Og við bara tókum á móti þessu barni. Og svo var bara fæðingunum lokið, hún fór fram í kaffi. Og þá var hún bara að tala sína prjóna vinkonu, skilurðu. Þá lærði ég það. Og þetta var bara svo allt annað sem okkur í kennt. Ég slíka kannski, ég vissi á að það var erindi og við höfum vist að spila erfingafræðingar í fyrra. Þess að tala út og konu sem að þetta er svona alsemi, var rúmlega 50. Hann var borgaritari og ég held líka þetta sko að áttum okkur á þetta getur verið ég ætla að fá svarta fyrir myndi að það getur verið sem þú sért að vinkjast að það sé ekki tekið sem getur komið bara orðin eitthvað að þetta gæti hugsanlega verið upphafið, eða upphafið af einhverjum sjúkdóm, einhverju heilabilnum sjúkdóm, þó þú sért ekki enn nú enn. Og hún einmitt þetta, hún var hægt að valda verkefnum sem borgaritari, hún talaði sjálfa á þessu þetta var alveg ótrúlega sjálf að hlusta á það. Og einmitt þetta að sko, þú veist að við kannski áttum okkur á byrjunar einkennum sjúkdómsins ekki einmitt bara hjá öllum. Að þeir stundu verða persónubreytingar og fólk bara skilur ekki í það. Og hugsaði að það er B12 sem að veldur sömu einkennum og það er hægt að lækna með sprautum. Ég ætla bara aðeins að klára að segja að
að því ég var að tala þetta ferðalag í aldri, við hefum náttúrulega aldrei talað við þetta fólk þessu börn. Þetta fullorðið fólk með allt sitt í. Það mikilvægt að ég meina sig það, að við tölum ekki við þessu börn og við séum átt okkur á þessu og hvar við mætum þeim á hverjum tíma. Kæra þakka fyrir þetta. Þá dagskráin tæmd. Mér langar samt að lokum að fá hérna Þórdísi Rósu Sigurðardóttur, Sólveigu Tryggvadóttur, Lóu Maju Stefánsdóttur og Þóru Sif Sigurðardóttur hingað upp. Þetta eru hjúkrunarfræðingar sem skipulögðu daginn. Og mig langar að